Komið sæl. Við sjáum hér í yfirlitskortinu að það lægðakerfi hér suðaustur á landinu sem beinir til okkar hér norðaustlægum áttum var mjög svona allhvöss eða hvöss svona í nótt en svona með morgninum og svona þegar kom fram á daginn að þá dró úr strengnum og svo var nú einnig úrkoma sem fylgdi þessu í flestu landshlutum en náðu nú að stytta upp svona þegar leið á daginn en úrkoman mældist víða svona eitthvað rúmlega 10 millimetrar, sérstaklega þó ringdu nú aðalega fyrir austan. En þetta kerfi það svona fikrar sig aðeins austar, þannig að það svona dregur svona yfirleitt enn frekar úr norðanáttinni. En það kannski svona bætir aðeins í hér reyndar fyrir austan, svona sérstaklega svona eftir hádegi, þannig að það verður svona strekkings norðvestanátt á norðausturhorninu sérstaklega. En ef við skoðum hér hitasviðið þá búið að vera mjög svalt hjá okkur, sérstaklega fyrir norðan. Hitinn hefur varla komist yfir 10 gráður þar undanfarið en hæsti hitinn var 17 gráður í suðvesturlands í dag sem telst nú ekki hár hámarkshiti svona í júlí frekar svona í lægri kantinum. En það verður áfram svona svalt loft að leika landið næsta sólarhringinn. Sjáum að það mun hlýra hér langt norður í heimskautasvæðinu og það var 40 ára hitamet á Svalbarða sem var slegið í gær eitthvað tæplega 22 gráður sem hitinn fór í þar. En það svolítið skýjað áfram hér á norður- og austurlandi og svona næra rífa af sér yfirleitt fyrir sunnan, eða sunnan heiða skulum við segja, og jafnvel að það rífi eitthvað af sér hér á Austfjörðum og líklegast að hitinn verði þar gæti komast í rúmlega 10 gráður. En á Norðurlandi eins og áður þá verður hitinn líklegast eitthvað á bilinu 5 til 10 gráður. En við sjáum að hitinn verður hæstur hér á Suðurlandi og þá kannski hámarkshitinn verði líklegast hæstur hér á Suðausturlandi þar sem hann kannski 18-19 gráður. En svona norðvestlæg átt í þessu yfirleitt svona í kringum 5 til 10 metrar á sekúndu en svona heldur hvassara hér á norðausturhorninu. Og ef við höldum svo áfram að það verður svona dálítið væta með norðvestanáttinni hér norðaustan til landinu en dregur úr henni að þykkna svolítið upp á landinu vestan til svona skýjað með köflum víða og jafnvel einhver þokubakkar svona við ströndina svona á vestfjarðamiðum kannski en svona aðalega þá skýjað á Norðurlandi, á Austurlandi en víða bjart með köflum hérna sunnan til. Og hitinn svona aðeins að hækka og sérstaklega fyrir norðan og svo sjáum við hér kerfi hér langt suður í hafi sem kemur sögu í lok vikunar með vaxandi austanátt og rigningu. En hæglætisveður miðbik vikunar, miðvikudaginn hæg suðlæga breytileg átt, sjáum að hitatölur halda áfram að hækka, sérstaklega fyrir norðan og það verður áfram svolítið þungbúið hér á norðvestur og Norðurlandi og þokuloft víða við ströndina en yfirleitt bjartara syðra og úrkomulítið og vaxandi austanátt svo á fimmtudaginn. Það verður komin strekkingsvindur syðst á landinu svona meðan daginn en verður svo vaxandi svona seinnipartinn líklegast og fer að rigna sunnan til á landinu og útlit fyrir að vera talsverð rigning sérstaklega á Suðausturlandi á föstudaginn einnig. En fínt veður og bjart hérna víða á norður- og norðvesturlandi en þokubakkar svona fyrir austan. Lægða keyrir yfir Bretlandseyjar á morgun með rigningu sérstaklega norðan til þar. Hann skúrir víða á Skandinavíu en það svona aðalega úrstöðugt loft hér austast í álfunni með þrumu veðri og skúrum en víða hlýtt hér sérstaklega á Íberíuskaga óvenju hlýtt þar. En það hlýtt einnig á austurströnd Bandaríkjanna, víða skúrir hér við Mexíkóflóa, leifarnar af Hönnu hér inn í Mexíkó og síðan svona skúraband hér alveg sem nær til Colorado eða
New Mexico. Lítið að gerast vestan til. En það sem sagt, verður bjartara sunnan til og vestan til á landinu á morgun en áfram þungbúð og svalt fyrir norðan. Verið sæl.